aðrir gestir og þér ágætu fermingarbörn og á dag og komið bless og sæl. Ég heiti Sveinn Kristinsson og ég þess heiðurs aðnjótandi að fá að stýra þessari samkomu hér í dag. Áður við hefjum dagskrána þá kem ég með hefðbundna tilkynningu það að þér ágætu gestir lokið til farsímana ykkar eða þakkið niður í þeim með öðrum hætti. Ég vil geta þess í upphafi að þessi borgarlega ferming númer 13 og sú langt fjölmennasta hingað til. Tónlistin sem við heyrðum fyrir athöfnina var flutt af Múm, en trompetleikarinn sem flutti þessa ljúfu tóna hér áðan heitir Einar Jónsson. Hönnun blómasveitinganna sem eru hér á sviðinu eftir Þorbjörgu Valgeirsdóttur og skyggnur og ljósmyndir voru eftir Önnu Fjólu Gísladóttur. Og stundum hugsaði ég sjálf mig að ég hefði átt að njóta þess aðeins betur. Ég hefði átt að gera hitt og þetta. Þið hafið tækifærin að byrja bara núna strax. Hvern einasta dag skiptir máli. Þetta lífið, this is it, eins og maður segir á ensku. Þetta ekki dúrutíma. Þetta lífið sem þið hafið. En að lokum þá ætla ég bara að segja að það sjálfsagt maður, þið öll mjög sérstök á ykkar eigin hátt og ég veit að þið öll eftir að meika það mjög stórt út í heiminn. En hafið það í huga líka að það ekkert óvíst við hana. Þegar þið standið fyrir svartasta nótin í lífinu, vitið það alltaf hægt að leita ljósna endanum. Alltaf kemur dagsbirtunni. Hafið það sem allra best og ég óska ykkur gæfulega frá framtíðar. Það koppið þinn á morgnana, vatnið þinn syndir í, peysa sem þú gengur í, kringum hálsinn þínum á, loftið sem þú andar að þér, handriðin þér stigar hjá þér, bókin á borðinu hjá þér, blaðið sem þú lest á morgnana, rósum sem þú luktar af, prinsinn í draumum þinn, bara þinn. Til þess að hugmyndu betur. Ég stend út á vetrarkvöldi, bít eftir miðjumjörðina. Ég öldurhjólur í fjörunni, fyrir ofan mér stjörnubjartur himinn og norðurljósin dansa við kraftinu til lífi. Nú eins og þið sjáu þá tónlistdrjúgur þáttur dagskrárinnar. Virðulega samkoma, það mér mikill heiður að fá að ávarpa ykkur sem nú að fermast með borgarlegri fermingu og ykkur aðstandendur sem hér eru stödd í dag. Vinning mín fer óskið tilleika til jafnlega þeim merkilegu tækifærum og tímamótum sem fara í hönd í ykkar lífi
Þá tækir því einnig á móti miðri öld með öllum þeim tækir frá mótnum sem hún býður upp á. Þeir á spennandi tímamótum með sögulega sýn. Mannréttindafrömuðurinn Martin Luther King var höfundurinn að hinni fleygu setningu Jón við draum. Hann átti ekki við draum þægilegra hús og flottara bíl, átti sér draumur betra samfélag fyrir alla, óháð trúarbrögðum, þjóðerni og litaðar. Þannig tók hann þátt í að undirbúa þann heim sem við búum í dag með draumum sínum. Hann ekki svo eini sem lætur við dreyma og Gerðinni aðgerðarinnar garðsins hefur sótt námskeið til undirbúnings borgaralegri fermingu. Það von okkar að þú munir klæða þér í lit á fræðslu og leiðsögn sem þú hefur fengið og verði víðsýnn og heilsteyptur maður. Vertu velkomin í hópinn af fullorðnu með þeirri ábyrgð sem því fylgir. Og undir þetta skrifa fyrir hann siðnefndar Tók Knútsson. Nú, þá okkur svo sem ekkert að vanbúnaði. Fyrst tekur við skiptinni Ásta Kristjana Sveinsdóttir, Ragnar Sverrisson, Rúna Jóhannsdóttir, Sigríður Thorlacius, Silvía Rakel Guðjónsdóttir, Valborg Guðmundsdóttir, Bjarni Þór Einarsson, Bragi Freyr Helgason, Elmar Orri Jókusson Parvianin, Fjóla Kristín Guðmundsdóttir, Guðmundur Einar Sigurðarsson, Hjalti Heiðar Jónsson, Ingþór Haraldsson, Jóhanna Þórarinsson, Kjartan Elín Martinsson, Kristín Magnúsdóttir, Kristín Helga Svett, Oddur Helgi Óskarsson, Sandra Lilja Jókusdóttir Parvianin, Sigurður Sindri Helgason, Símon Símonarsson, Valgerður Sif Hauksdóttir, Vésteinn Sveinsson, og þá vil ég byrja þá sem er og þetta rekka samtöku að koma upp á sviðið. Gjörðu svo vel. Dagur Kári Jónsson, Davíð Ben Guðmundsson, Embla Vigfúsdóttir, gleðinni, bjartsýninni, ástinni, þroskanum, heiðarleikanum og dugnaðinum, þá er líka viss það að þið munum kynnast huldukonu sem allir að leita að eins og huldukona heitir hamingja. Það er mín ósk til ykkar á þessum degi að þið munum finna þetta huldukonu sem heitir hamingja. Gangi ykkur allt í hægis æfinlega. Ágæta samkoma, nú að koma að loka þessari dagskrá. Ég vil óska ykkur öllum til hamingju með þennan dag. Ég vil líka óska ykkur góðar
heimferðar og heimkomu. Ég þakka ykkur fyrir þessa ánægjulegu stund. Verið sæl og blessuð, þessari athöfn slitið. Þetta er hinn nýfemdi. Var að fá sér kaffi. Var á sjónvarpið. Alveg stjarfur við tölvuna. Líka nýfemdur. Prófa okkur nýja leik sem var ekki með. Veistu að segja þetta? Hæ? Já, snúða. Hvað er þetta? Ertu ánægð með daginn? Já, var þetta skemmtilegt? Varstu stressaður þegar þú varst að lesa ljóðu? En þetta gekk bara rosalega vel hjá þér. Þetta er hérna með kaffi. Fyrstu daginn. Ég var bara í mínum lífum að þessu. Spennandi að taka fórhaldinu. Já, rétt því. Þetta er dvergamyndin. Hvað færðu svona? Ingi gaf fyrir þetta í afmælisgjöf. Já, rosalega þetta skil. Hann gaf sér þetta í afmælisgjöf þegar hann 50 og keypti svo sjónvarp handa sér að því Ragnheiður 50. Já, en snið. Ekki fallið dárum. Já. Hann langaði svo rosalega í flott sjónvarp og finnst að hún var nú 50 og þá var upplagt að gefa henni sjónvarp í afmælisgjöf. Svo ég var að svektar ég sko ekki vera alveg yfir með hrifin af þessu. Ég er náttúrulega var hrifin af þessu. Þú mátt ekki láta mér of mikið vara við það. Nei. Þetta er ægilega flott. Já. Mér finnst þetta bara alveg galdrartæki. Já, það er það. Já. Ég láti þér ógulega framústefni þegar við keyptum með svona vídeokameru. Hún gengur bara á milli þeirra. Já. Svoleiðis. Já. Hvað er það að gera nú, elskan? Ég á að vera námskeiði, sko. Ó. Ekki þú. Og kaffi, góða verinu. Og er ekki æðislegt að sitja hérna. Er þetta ekki fínn dagur? Jú. Já. Hvað ætlið þið svo að gera? Er þið boðnar einhverju fyrringavislur? Já, það Þórdísi. Nú, já, auðvitað. Ertu það? Hittir ömmu á eftir. Pappa Lúa. Vad må inte stå för? Það er nú grjót. Já. Hæ. Ég vil ekki tyggja. Hvað segir þið? Gíraffi skógarins, ókapi. Mamma, þetta er bland af gíraffi og sebrahesti. En þú sér það er sko sama grunnskóla sem er sama bygging. Það er bara flott. Og við höfum haldið áfram að við verðum lokuð í nunni.
blómapottar líka. Þetta er smíðað svona þetta regnir. Já. Rosalega flottur aftan. Mamma, mamma. Abbiamo girato. Today? Very nice. No, wait. Yes. Okay, here we go. Ladies and gentlemen, oh, the princess, I do not have a pan. Did you hear that? Yes, she said, oh no, what shall I do now? Now, ladies and gentlemen, I have over here, as you can see, very professional production, Shakespeare's pan. Isn't that a good pan? Do you like that? Okay, sir, can you just hold the pan for me? I'll just come over here. Thanks for it. Now, sir, you just move back on this side a little bit. Pan man's to stand over there. That's good. Now, sir, go and stand in your position. Now, listen, people. Princess, guys, just go back. Thank you. Now, people, listen very carefully. When the princess says, sir, what is your name? Sven, Sven, where are you from? Denmark. Okay, we have some great Shakespeare and a beautiful beard. Look at that beard, that really fits. Okay, Sven, I say to the princess, oh, the princess, I do not have a pan. She says, oh no, what shall I do now? Then, Sven, you can help because you are the village baker on your way home and you want to help to save the princess's life, okay? So, Sven, what you do is this. First, you shout,